hjá Mikkelsen. Já, komið sæl. Það nokkuð öflug lægð hérna inn á Grænlandshafi núna og skilin frá þessari lægð hafa verið að fara yfir landið í dag með rigningu og hlýnandi veðri. En síðan í kjölfarið þá kemur nokkuð hvöss vestanátt í nótt og síðan taka við suðvestlægar áttir næstu dagana. Það kemur svona bylgja hérna á föstudaginn með meiri rigningu og síðan kólnar og við fáum éljagang helgina. En það sem sagt umhleypingar hjá okkur framundan og ef við lítum á hitasviðið þá sjáum við hérna þennan hlýja geira sem hefur verið að fara yfir landið og hitinn hefur verið að fara upp í rúm 10 stig þar sem var hæstur en síðan kólnar aftur hjá okkur og hitatölurnar fara nálgast frostmarkið en reyndar á föstudaginn að þá kemur með þessari svona lægðabylgju sem kemur yfir landið þá hlýnar nú eitthvað aftur hjá okkur og þannig að úrkoman breytist á í rigningu allavega á láglendi. En síðan í kjölfarið þá kólnar hjá okkur aftur og við fáum svona meira af skúrum eða meira af snjóélum heldur en skúrum. En svona lítur þetta út núna hjá okkur. Við sjáum hérna þessa lægð sem hérna á Grænlandshafi og skilin eru búin að fara yfir landið að mestu leyti. En það ansi hvöss vestanátt hérna fyrir sunnalandið og þessi vestanátt á leiðinni inn yfir landið í nótt og því munu fara í gildi gular viðvaranir bæði á suður- og vesturlandi, taka við hver og annarri þegar líður á nóttina og þessar hríðarviðvaranir verða síðan í gangi raun og veru allan morgundaginn og það ekki fyrir klukkan 6 á föstudagsmorgun sem að það falla úr gildi. En Íslandskortið það lítur þá svona út á hádegi á morgun. Við sjáum að það eru gulaviðvaranir í raun og veru á suður- og vesturlandi og það verða hitatölurnar eru þannig að þetta verða væntanlega skúrir eða slydduél. Svona við sjáum málin síðan breytist þetta fljótt í snjóél þegar það kemur inn til fjalla og heiða þannig að færð mun væntanlega spillast við þetta en aftur á móti að þá Austurlandið, það ætti nú að sleppa nokkuð vel, það ætti að vera svona að mestu þurrt og vindur mun hægari. En þetta hríðaveður að það verður sem sagt í gildi í raun og veru allan morgundaginn. En síðan áfram á föstudaginn að þá verður sem sagt ný lægð sem að svona skýst inn í þessa gömlu og hún veldur því að það úrkomusvæði sem að fer yfir landið á föstudaginum með þá talsverð rigningu bæði á suður- og vesturlandi. Hitatölurnar hækka þá eitthvað aðeins við þetta og sem þýðir að þetta verður svona mestu rigning á láglendi en síðan snjókoma inn til fjalla en aftur á móti ætti að verða mestu þurrt og bjart hérna á Norðurlandi og á laugardeginum að þá verður svona aðeins farið að hægjast hjá okkur, vindurinn verður svona aðeins farið að ganga niður en það verður aftur á móti áfram éljaveður hérna landið vestanvert. Við sjáum að hitatölurnar eru svona á niðurleið þannig að þetta verður meira snjóél heldur en skúrir en áfram verður þokkalegasta veðrið á Austurlandi þar sem ætti að verða nokkuð þurrt og bjart. Nú síðan á sunnudeginum að þá úrkomukerfi frá þessu lægðakerfi sem á Grænlandshafi sem svona á að fara yfir landið. Þetta þýðir væntanlega það að nú sjáum við að það fara að kólna enn frekar þannig að það verður frost norðanvert landið meðan að við hitastigið svona rétt yfir frostmarki sunnanlands. Þetta þýðir væntanlega það að þetta verður rigning eða snjókoma og síðan gengur þetta yfir Norðurlandið einnig þannig að það gæti alveg farið svo að það snjóa öllu landinu hjá okkur á sunnudaginn. En það verður sem sagt leiðinda veður hjá okkur á morgun. Það verður hríðarveður og gulaviðvaranir allt sunnan- og vestanverðlandið og þess að viðvörunin falli ekki úr gildi fyrir klukkan 6 á föstudagsmorgun. Við skulum láta þetta duga að veðri. Verið sæl.